Góðan daginn, gott fólk. Það ekki að spyrja því, það alltaf að gera eitthvað svo maður getur byrjað. Kannski lækka þetta. Gera það. Færum þetta þessu upp. Og þá sést það ekki. Og þá getum við byrjað. Byrjum að fá okkur vatn. Tökum þetta svolítið öfur röð í dag. Og svo kveikjum við einu kerti á. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá. Svo tilveran verði ekki grá. Við viljum ekki gráa tilveru. Við þurfum ekki að hafa gráa tilveru nema við viljum það. En grá tilvera nú ekki mjög eftirsóknarvert hlutskipti. Hún þarf heldur ekki vera grá nema ég velji að hún sé grá. Það eitt af því sem ég allavega vel ekki og þess vegna hún yfirleitt ekki grá. Og ef hún grá, þá get ég alveg hrista af mér, Jesú nafni, þegar drottinn það sem ég og ég get alltaf leitað eftir hjálp hans og sama gildir þig, að þú átt sama og ég, þar að segja að þú átt Jesú, þá áttu sama Jesú og ég, og það eins með þig og mig, að við getum leita á náðir hans hvenær sem við viljum. Og það lærum við með tímanum að það ansi oft sem við viljum það. Ef við hættum að vilja leita þangað, þá tel ég að við séum komin á nokkuð alvarlegan stað með okkur sjálf. Og hvað þetta að segja mér? Jú, árvekni. Ég þarf að muna eftir árvekninni. Og ég með ágætis ráð hérna fyrir fram að mig til þess að muna eftir því sem þarf að muna. Það þetta, við erum að muna auðvitað margt og mikið en kannski ekki það sem alltaf skiptir höfuð máli. Og það einmitt það, við þurfum að vera í Jesú. Til að hann sé það okkur sem að hann vill að hann sé. Ég horfa á klukkuna mína. Hún byrjað að blikka, það ekki að spyrja því. Hún að segja mér að batteríi verði búið. Ég vona að endist á meðan að þessi þáttur Svo verði ég að stinginni víst í samband. Og þessi klukka eins og allt annað í dagma. Þetta allt hérna beintengt. Tölvu, þannig að þú hleður þetta með tölvu og þræði sem gengur í tölvu. Þetta ágætis klukka. Og við þurfum að vera með tíma á þessu hjá okkur því að ef við viljum að sé einhver tími á svona þáttum og ég held að allir séu svona inn á því að þetta þurfum við að vera. Allavega ég inn á því að þetta þurfum við að vera og ég hef alveg haldið mér við tiltekinn tíma. Þetta svona hluti af því að vera með reglu á hlutunum. Maður verður að beygja sig undir reglur og maður þarf líka að skrá sínar eigin reglur til að fara eftir. Ég held að það sé gæfumerki allra manna og kvenna sem að það undir gangast. Þannig að við erum agaðar manneskjur og drottni umhugað agan og talar agan hér og hvar vegna þess að hann veit alveg hversu mikilvægur hann og agan segir hann líka sannleikan við okkur.
Hann segir að aginn til að byrja með sé strembinn og strangur, eitthvað í þeim dúr. En síðan segir hann það að eftir á þá þegar við sjáum hvernig það virkar fyrir okkur að líka hann. Og ég vil nú segja það að ég kann mjög vel við agan. Hann svona greiðir úr flækjum og maður tekur bara sumt sínu taki og gerir sumt á þeim tíma sem að aginn hefur kennt manni að gera hann á og heldur sér bara þar. Þetta einföldun á lífinu, því að við þurfum að vera með reglu á lífinu, annars lífið okkar bara eitt stórt kaos, glundroði. Og það ekki gott og líka algjör andhverfa agans, glundroði. Þannig að öll þessi orð eru til og þau merkja sitt hvað. Við hefum mörg orð sem eru í raun andhverfa hvers annars. Agi andhverfa glundroða. Og ef þú skoðar agan þessum augum, þá þarft ekki mikla pælingu til að sjá muninn og viðurkenna að munurinn nokkur og aginn talsvert betri glundroðanum. Þannig að við veitum margt og viðurkennum margt en erum samt agalust fólk og út allt með okkur sjálf, neitum að beygja okkur undir vald, það nú eitt, en aginn aftur á móti hann kennir okkur það. Og líka það gefur okkur frið í hjartað og við eigum að sækjast eftir friði, en sækistum ekki kannski eftir honum nema svona í orði, að því við förum aldrei með sjálfu okkur þá leið að reyna hann, að láta reyna á þetta. En það þurfum við að gera og við létum reyna á agan og aginn tókst að kenna okkur leksíu sem við segjum í dag að ég vil ekki skipta á þessu og var, því þetta svo miklu betra. En nefnilega svo miklu betra að vera með reglu á sínu lífi, en það ekki rétt hjá mér. Við erum öll sammála þessu, en mörg okkar gengur mjög illa að temjast við þetta að því við gefustum alltaf upp á leiðinni. Það nú vandinn. Trúin, ég nú auðvitað að tala til trúara manna, það þýðir ekkert að vera að tala svona við þá sem ekki á trú, því hann bara í sínu agurleysi og bara með sig hvar sem hann vill sjálfur og sjálf. Við erum nú komin á annar stað og við þökkum Guði fyrir það. Við erum komin með orð Guðs og það sem við lesum þetta allt og svo förum við að reyna sannleiksgildi orðsins, hvað það rosalega rétt. Og þetta líka undirstrikar það að við förum að temjast við og vilja hlýða orðinu. Ekki til þess að belgja sig út og segja hvað maður sé ægilega mikill guðsmaður. Ég meina það enginn að horfa á það og það öllum sama það veit ég. En þér ekki sama það og þér heldur ekki sama það hvað þú ert að leyfa orðinu að kenna þér. Þegar þú ferð að virka, aginn fer að virka í þér og þó að viðurkenna agan sem afl fyrir þig, þá fer þér líka vel við agan. Og jafnvel komin á þann stað með því sjálfan, það allt í lagi. Og þú eiginlega ert búin að gleyma þessu slagsmálu þínum öllum við agan á sínum tíma. Þér fannst hann kannski ósanngjarn, hann leyfði þér ekki að nenna þessu ekki núna, þetta reifaði alltaf á lappirnar og þú fórst að gera þetta. Og svo hættu þessu átök á milli þess að gera og gera ekki, vegna agan sem tók yfir.
og árum seinna, eða hvernig sem það þá sestu niður og þú segir, þetta er miklu betra svona, akkur var ég ekki löngu búin að þessu. Hvað er þetta? Þetta er merkið að orð Guðs að segja okkur sannleikan og bara sannleikan og alltaf sannleikan. Við veitum að Pílatus sagði við Jesú, hvað er sannleikur? Og hver mörg okkar höfum ekki spurt þessara spurninga. Hvað er sannleikur? Þetta er mjög eðlileg spurning hjá manni sem þekkir ekki orð Guðs, veit ekki hausnisborð á orði Guðs og fyrir utan það hefur hann engan áhuga á orði Guðs. Þannig að sér allt í kringu sig. Þetta er í dag og morgun að fari. Það er nýtt komið næsta dag. Hinn daginn að fari. Þetta er bara svona. Sitt og hvað? Það er eðlilegt að menn sem að horfa á þetta og hvaða maður sem ekki er búin að lifa lengur en daginn veit ekki þetta og hefur margsinnis hort á þetta. Svo kemur hann inn í rann Guðs og hann er þar áratugum saman. Segjum það, já, ef að menn náttúrulega bara eldast og svo eru áratugirnir að baki og hann er ennþá inn í sinni kirkju en tilheyrandi sínu starfi en þjónandi honum sem hann segir að þar er allt óbreytt. Þar gengur þú, væni minn, að hverju hlutu vísum. Það er þarna, það hefur alltaf verið þarna og verður áfram þarna. Og þú sérð að þetta er vegna þess að þarna er festan. Þarna er ekki glundur á því. Þarna lítur allt aga Guðs, umvöndun Guðs, orði Guðs. Og þú sérð og segir við sjálfan þig að þér finnist þetta að vera miklu, miklu betra. Hvað er þetta annað en viðurkenning á því að Guð er ekki bara til, heldur veit hvað hann syngur. Og allt þetta saman gerir að verkum að þú fer að elska þetta orð. Þú fer að þrá þetta orð. Þú fer að vilja vera undir þessu afli orðsins og þú getur það og þú ert það. Af því að þú vilt það sjálfur. Það neyðir þig enginn til að trúa. Og allir sem koma til Jesú verða að trúa því að hann sé til. Hann sé raunveruleiki. Orðið tala þannig. Ég trúi að hann sé raunveruleiki. Og ég upplifa hann sem þennan raunveruleika. Og að því ég verða hann nógu mikið, sem ég veit að þú gerir líka sem trúmanneskja, þá er ég í því verki að vilja fræða mig hann meira, vita betur hvað hann er að gera og fást við, og ég held mér þar og vex í því og líkar það vel. Þess vegna maður starfsöm manneskja. Maður verður ekki letin að bráð og deburðinu og öllu því. Þetta getur auðvitað kólst yfir, komið, en það staldrar ekki lengi við hjá okkur. Það gleypir mann ekki eins og oft var með húð og hári. Þannig er þetta ekki lengur. Að við eigum annað en heimurinn á og við erum með allt sem við þurfum til að vera þarna, vaxa þarna og dvelja þarna að því við viljum það sjálf gera þetta, að því við höfum svo góða reynslu af þessu. Við erum ekki á þeim stað vantrúarinnar eins og vantrúin að sjá ekki nema bindingar, helsi og fjötra
í kringu þessa kirkju. Það er nú ein lygin sem hefur gengið kirkjuna og það er eðlilegt. Sá sem stjórnar þessum heimi, hann er erkilegari. Hann má ekki segja satt. Það er nú svo alvarlegt með hann. Hann má það reynilega ekki. Af hverju ekki? Að því Kristur er sá sem að segir mér sannleikan. Og meðan að ég á ekki Krist, meðan að Kristur hefur ekki miskunnað sig yfir mitt líf, þá er ég hjá honum sem segir mér ekki sannleikan. Og þá verði ég bara Pílatus gamli sem sagði, hvað er sannleikur? En það er ekki lengur. Ég þekki sannleikan. Ég dvel í sannleikan og ég hef víst séð sannleikan. Sannleikurinn er hérna, en trúi ég orðunum sem eru hérna. Það er allt annað mál. Og einnig þar læri maður og svo læri maður leksíuna að treysta orði Guðs og vex ásmegin í þessu trausti að því að loksins fór ég að láta reyna á þetta orð fyrir mig. Þar á meðal sá ég og viðurkenni hversu mjög gagnlegur aginn sé. Hann hefur verið það fyrir mitt líf og það sem er gott fyrir mitt líf, segi ég við þig, getur líka verið gott fyrir þitt líf. En mitt líf, mín reynsla og það sem ég veit í Guði, hjálpar þér ekki nema þú meðtækir það sem að hér er sagt. Og það ræði ég akkurat engu Því ég ræði ekki engu það hvað þú ert að meðtaka, hverju þú ert að hafna eða gefa velvild fyrir. Ég veit ekkert það. En það hindrar mig ekki í að segja þér það sem er rétt og satt. Og ég ræði engu og veit af því hvort að þú meðtækir þetta eða ekki. Þú átt þitt líf, ég á mitt líf. Mín reynsla er mín, þín reynsla er þín, mitt viðhorf er mitt, þitt viðhorf er þitt, kannski algjörlega öndvertu allt sem hér er sagt. Og hvað ætla ég að gera í því? Ég hef engi ráð. Þess vegna þarf ég að byggja undir mína eigin trú. Og ég þarf að vera sannfærður það að þessi trú sem ég á, hún sé rétta trúin. Og nú hvað er nú rétt? Það er aftur komin á staðinn í heiminum sem veit ekki neitt. Sem spyr hvað er sannleikur og spyr annara slíkra spurninga. Það veit ekki neitt og hefur engin svör. Nú eru til sérfræðingarnir, það er rétt. En þeir stundum bara bulla blessaðir mennirnir og konundar. Alltaf verið að krafsa í bakkan. Alltaf verið að reyna að gera aðeins betur. Alltaf verið að finna nýjar leiðir, betri leiðir, farsælli leiðir. Þetta er í eðli mannsins að breyta með þeim hætti. En allt fer á sama veg. Allt endar þetta, ekki kannski í hreinum hörmungum, en allt endar þetta og bara sumt vel. Þannig að hryggðarmyndirnar, hörmungarmyndirnar blasa hvarvetna við og þessa myndir má rekja til einhvers konar glappaskota fólks sem byggir ekki líf sitt á sannleika, neitar aganum að vera með sér, svo er að hissa því að það er alls konar kaos uppi, alls konar glunduröði sem mætir í hér og hvar.
Þú þarft ekki að vera nýtt undrandi og því. Þú leynt og ljóst varst að byggja undir þetta allt saman. En núna hváuru, því að þú ert nú fullkomin manneskja, ekki, sem viðurkennir ekki að þú hafa nú verið að gera þessi mistök og hinn. En svo kannski vaknaru, þá sérðu að mistökinu voru nú hér og hvar. Hinn og þessi. Sem þú gast rakið beint til sjálfara þín og engra annara. Og það er mjög erfitt að vera á þeim stað. Í heimi sem byggir alltaf á lygi, sem hefur líka byggt það upp í manninum að hann réttlætir allt sem hann gerir. Það er einn vandinn. Við sjáum að við þurfum að eiga eitthvað annað til en þetta. Og þetta annað er til, það er himneskt, það er guðlegt, það er það sem skóp allt og gerði á þessari jörð. Gerði þig, gerði mig, og við þurfum að lúta Jesú til að verða þetta fólk sem er Guði velþóknanlegt, og við segjum þetta er sannleikurinn sem frá þessu afli kemur. Þannig að ég þarf ekki lengur að spyrja eins og Pílatus, hvað er sannleikur? Ég veit að hann er orð Guðs. Og nú skulum við lesa svo lítið og upp úr þessu orði Guðs. Og svo, já, það er 133. sálmur, fallegur sálmur. Sjá hversu fagurt og yndlislegt það er þegar bræður búa saman. Akkur fagurt og yndislegt. Því að það ríkir friður. Og við þráum þennan frið. Þar eru menn vinir, vafðir vináttu böndum, og þetta þráum við hvert með sér, en fæstir lifa við, nema þeir séu á klettinum Kristi. Því að það sem að orð Guð segir, það stendur enn þann dag í dag, og þetta veit ég að trúaður maður viðurkennir, vegna þess að hann býr við þetta. Þess vegna líka á hann samfélag. Þess vegna sækir hann í samfélag. Og þess vegna hvetur hann aðra í kring til að koma með sér á samkomu í dag. Og margir hvatt til þess. Oft hefur það nú verið þannig hjá fólki sem að tekur trú að það byrjar með því að láta undan þessari beiðni að koma núna á samkomu. Fyrir kannski ekki frjáls út, en þarna byrjaði ferli sem að kannski leitiði seinna til frelsis. Og þú getur tekið undir, sjá hversu fagurt og yndislegt það er þegar bræður búa saman. Þú ert að upplifa þetta í eigin persónu og sérð munin að þú ert komin þangað sem þú getur greint rétt þennan mun. Því að núna hefur viðmið. Þú hefur það sem þú hafðir og það sem þú átt í dag. Þegar þú, eins og Pílatus sem spurði, hvað er sannleikur? Hann þekkti ekkert nema glundur á það. Hann átti ekki til Jesú. Og hefði Pílatus tekið í Jesú, ég veit ekki hvernig svo sem það endaði, þá hefði hann hætt að spyrja þessara spurningar. Hvað er sannleikur? Hann hefði sagt, ég þekki sannleikan. Það er mikill munur á þessu. Þarna á milli er heilt, ég heimin og hafi raun og veru. Og svona er allt orð Guðs. Það er heimin og haf á milli þess við þekkjum í veröldinni og þess sem sannleikurinn er að segja. Heimin og haf. Og hvort
viltu heldur? Ég heldur viljir vera það sem að sannleikurinn borið fram. Og ef þú vilt taka við, þá það Jesús sem að þessi sannleikur. Já, það líkist ágætir olíu á höfði, sem drýpur niður í skegg Arons og fellur niður kyrtil niður á klæðafald hans. Það líkist stögg af Hermon fjalli fellur niður á Síón fjöll. Því að þar hefur Drottinn boðið út blessun, líf að eilífu. Þetta Sálmur 133. Sem ég veit að hefur blessað mann og konu lengi, og þessi orð eru enn að blessa, og ég veit að þau blessuðu þeir líka og mig með þér. Þetta eitt af Guðs orði, þetta eitt af þessu lífgefandi Guðs orði sem gengur aldrei á grunn. Þannig að þú getur verið inn í festu, þú getur alveg verið það sem betra að vera, og það náttúrulega mesta syndin af allri synd, þegar Guðs fólk gengur af veginum og tekur upp sitt fyrra líferni vegna þess í grunninn að hafa aldrei áttað sig á hvað þessi Guðsvegur merkir. Af hverju hefur það aldrei áttað sig á því? Af því að það var ekki eftir að leita neitt sérstaklega eftir þessum sannleika. Það vildi og lifa bara sínu holdlega lífi, en njóta gæða kirkjunar og allt sem þar er. Þetta svona haltu mér, slepptu mér dæmi, en einn daginn mun að standa frammi fyrir vali sem veldu. Þannig að fá allir kost. Ég vil nú trúa því að þegar menn standa frammi fyrir jafn alvarlegu tilbúð og þetta, að menn svona kannski hunskist til að velja góða kostin, hvað veit ég? Þegar hjarta manns annars vegar, það algjörlega óútreiknanlegt. Mitt hjarta eins og þitt hjarta, og hjarta manneskja sem stekkur undan Kristi og fær allt í henni þessa spurningu veldu og velur kannski rám. Við þurfum að vera viss. Það þess vegna sem við erum að blína á bókina. Það þess vegna sem við í biblíuþættunum okkar hvetjum menn til ábyrgðar, til að vera ábyrgar manneskjur fyrir sinni trú. Og manneskja sem ábyrg fyrir sinni trú ekki leið kærulaus með sína trú. Hún veit hvað í boði og hvers að vænta. Þannig að það ekki það sem við erum að bjóða hér. Við erum að bjóða árangur og þá vinnu sem þarf til þess að tryggja sér þennan árangur. Og sá sem ekki vill vinna, segir orðið, á ekki mat að fá. Þetta maturinn. Og þetta sem við erum að gera hér vinnan til að fá þessa fæðu. Þannig að lífið ekki átakalaust. Lífið með þeim tilgangi að hafa fyrir því. Og það mjög gott. Þannig að Guð góður við okkur. Hann gefur okkur valkost, svo kemur að þeirri stund, hann segir, veldu. Og hvað vel ég? Hingað til hef ég valið að ferðast áfram með í Jesú nafni. Og hér ég. Að hvetja þig og mig sjálfan til þess að vera í þessu Jesú nafni. Og hér ég og hér þú. Einmitt í þeim tilgangi að vera þetta í þínu eigin lífi og ég í mínu.
og við lesum orð Guðs og sumir hafa vanist til það að lesa á hverjum degi og það hvatningin hér við þetta borð og í þessu þætti sem þú veist að heitir Biblíu þátturinn okkar og þessi þáttur númer 106 minn kæri. Þannig að þetta ekki fyrsti þátturinn sem þú sér eða heyrir sem þér finnst ofboðslega góður. Þegar þú elskar orð Guðs þá elskar þú svona þætti líka. Það veit ég. Skiptir engu máli hver maðurinn sem að gera þetta, segi ég nú, því að ef kölluð manneskja gerir sitt verk þá útkoman alltaf góð. Næst kannski ef þetta hættir ykkur tíman þá kannski tekur þetta ykkur annar upp og það verður glæsimenni, ungur og fallegu maður en ekki gamall og fallegu maður. Hvað veit ég? Gamall eða ungur skiptir ekki máli. Báðir þurfa á Jesú að halda og báðir þurfa að þekkja Jesú til þess að átta sig á að honum þurfa þeir að halda. Það jafnt og komið. Og þú deyrð með Jesú nafn og vörum í hárri elli eða hvenær sem en með Jesú nafn og vörum. Og hvað meira? Þú veist hvað framundan. Faðmur hans, ríki hans. Þess vegna ætlar þú ekki að trassa svo trúnaðina að þú heyrir þessi orð veldu. Þú ert búin að velja og þú stendur staðfastur í þínu vali, þannig að þér mun aldrei mæta þessi spurning veldu. En hver margir hafi ekki fengið þessa spurningu og verið svo forhertir að ekki einu sinni heyra hana. Maður getur forhert sig svo að hann í raun og veru á leið í dauðan og helju samt þekktan Jesú. Hver skilur mannshjartað? Til þess að forða sig frá þessu öllu saman, og það hægt, að þá hvetjum við menn þangað sem við getum hvatt á og hvetjum þá til þess að lesa orðið, stúdera orðið, pæli orðinu og leyfa heilugum anda í brjósti sér að útskýra fyrir sér orðið. Það mín leið og þar hef ég fengið mína allra bestu kennslur. Það í gegnum bara maður hafi fengið svona innblástur með allri virðingu fyrir öllum mínum góðu kennurum í gegnum allt mitt trúarlíf. En svona mestuleiti hefur maður fengið bara opinberanir á útskýringu á orðinu og söm útskýring manna, svo sem flott og allt það, að hefur ekki alltaf gagnast mér vegna þess að ég bara eiginlega næ ekki upp í hana hjá þeim. En svo allt í hennu opinberast kennslan og þá er hún alltaf eins með sama hætti, hún bara opinberast, það einhvern veginn blæs mér eftir brjóst og já, það er þetta sem merkingin er. Hún kom aldrei frá manni, ekki að öllu leyti frá manni, en hún kom allavega sem skilningu beint frá Guði sjálfu. Og ég er nokkuð viss að þú átt þessa sögu líka til fyrir þig. Þannig að ég er ekkert að segja neitt frétt þannig séð. Ég veit hvað þú átt heilagan anda og ég veit alveg hvernig andi starfar. Hann starfar svona. En við að sjálfsögðu sækjumst menn áfram í
í kennslu af örum annara, það ekki málið, að því við elskum orð Guðs og við elskum að heyra orð Guðs og það alltaf einhver kennsla falin í því að þú ferð í raun og vera aldrei tómendur frá þeirri kennslu. En opinberanirnar sem koma, þær koma frá hæðum og þú skilur, þú getur verið bara einn með sjálfu þér eða það kemur opinberun úr púlti til þín og þú skilur merkinguna í orðunum. Það er líka opinberun. Þannig að allt hjálpast þetta við að byggja upp í þér orð Guðs og þú ferð að elska þetta orð. Og þú vilt vita mikið þetta orð og það sem betra er og meira, þú hefur allan aðgangað orði Guðs eins og þú vilt sjálfur og sjálf. Það er mín reynsla af orði Guðs og ég veit að það er líka þín reynsla af orði Guðs því að orð Guðs virkar eins fyrir mig eins og þig. Hvar skilningurinn er fyrir mig og þig, það getur verið einstaklingsbundið og er örugglega einstaklingsbundið. En hver sem hann er, þá er hann alltaf gagnlegur fyrir þitt líf. Þannig að það má alltaf hvetja mann og konu að þessu borði, að þessu nektarborði og eta af þessu borði. Sumir uppteknari við það en aðrir. En kannski ekki fólkið sem á endanum fekk orðið sinn veldu. Ég held að það sé fólkið sem var alltaf að slugsast með þetta. Tók þessu aldrei alvarlega. Var með annan fótinn í heiminum og annan fótinn inn í kirkjunni. Gengur aldrei. Þannig að það er ekki hlutskipti sem við erum að bjóða hér. Heldur það að venja sig á að taka þessi mál alvarlega. Og ef að þú vilt ekki taka eitthvað alvarlega, að þá get ég bara því miður ekkert hjálpa þér með það. Það er ekki nú að ég taki hlutina alvarlega sem ég geri í Jesú nafni og þú getur ekkert gert það neitt fyrir mig. Ég þarf að gera þetta sjálfur. Frekar en ég get gert það fyrir þig til að fá þig til þess að taka þessu alvarlega. Ég get auðvitað hvatti til þess og ég geri það. Meira get ég ekki gert. Þess vegna erum við með Biblíuþáttinn. Og við segjum, við skulum bera ábyrgð sjálf á orði Guðs fyrir okkur. Og ábyrgðin liggur í því að þú ert þó að lesa, þú ert að stúdera orðið. Og það er engin nema trúin þín í hjartanu sem færði í þessi verk. Og enn komum við að því, þeim sannleika að trúin sé nauðsynleg. Hún er alveg algjörlega 100% nauðsynleg. Og ég veit að menn viðurkenna það. Við skulum lesa hérna aðeins. Það fyrir nú að styttast í þetta hjá okkur. Klukkan er stopp. Hún er batteríslaus, þannig að ég hef aðra klukku. Ég var nú svo forsjátt núna, ég leit nú á hina klukkuna. Yfirleitt ger ég það ekki, annars gerist þetta nú ég aldrei. Maður hét Nikodémus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesú svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema fæðast að nýju. Fæðast að nýju. Þetta hefur vafist fyrir mörgum og við lesum þetta Nikodémus blessaðan. Það vafðist nú aldrei fyrir honum. Endurfæðing. Men þetta er það sem gerist. Andleg fæðing og upprís ný manneskja. Þegar þú fættist inn í heiminn, þá náttúrulega kom manneskja sem aldrei hafði verið áður í heiminum og þessi manneskja seinna getur endurfæðst.
Hún kemur ný sköpun úr sinni endurfæðingu sem aldrei hefur verið hérna áður. Konni hefur aldrei verið trúaður, en hann er það í dag og hann elskar Jesú. Því get ég lofað þér. En ég held að sé komin tími, eitthvað svona nála tímanum, til að sýna svörtu klukkuna og á að vera tölur á þessu. Þannig að ég held að sé komin tími. Þannig að við bara stoppum, ljúkum þessu og ég kveð og verða að viku líðinni með þessa alveg svoleiðis nýhlaðna og ég þakka fyrir mig, verið þið sæl.